þessi þáttur, hann verður, tilengað vinkonu minni sem ógeðslega mikið beauty, og hún ógeðslega mikið multitalent og bara fallegast sem ég veit hún búin ógeðslega bágt, hún módel og var að koma úr módelheiminum, það sem allir æla, og hún var æla líka, og hún var ógeðslega grá og tussuleg, og þurfti að hætta kærastan sínum sem var ógeðslega töff. Og þessi þáttur handa henni, við förum að tala mataræði, förum að tala andlega heilsu, og förum að tala líkamlegt bodybuilding, og fullt af svona, górum, heilsugórum, og tölum við, Arna Grant, hann ógeðslega hot, sexy guy, og svo tölum við Jófel, hann líka ógeðslega hot, sexy guy, og svo tölum við, Sigga Beinteins, að Solla Grænkasti, tölum við hana, ekki Sigga Beinteins, Solla Grænkasti, tölum við hana, og svo tölum við líka við, Guðjón Bergan, hann jógó, ógeðslega töff, og svo tölum við, Bjössa World Class, hérna, ógeðslega töff. It's for you, my friendos, my best friendos, beautiful beauty. See you. Hann fyrsta skipti. Hann segir að æfa hérna. Ég kem hæ. Ég kem hérna og segja hæ Arnar, sem takið. Þá varst þú að tala við hann. Hæ. Hvað segir það? Hann varst að tala við hann. Hörru, hann varst að tala við. Vill einhver tala við Arnar? Ok, við erum að leita Arnar í Grant. Hæ. Hæ. Á ég að sýna ykkur einn æfingu? Já, sýndu okkar æfingu. Íslands kannski. Held hann sé á laus. Hvað ég ógeðslega stórt brjóst? Tekur þetta hverjum degi, þá lyftast þetta. Alveg? Þau eru ógeðslega pænt í brjóstin á mér. Þetta er rosalega vinsæl æfing hjá konum. Þú hefur ekki séð brjóstin á mér? Hvað myndirðu borga mikið fyrir að sjá brjóstin á mér? Ég vil ekki borga neitt fyrir það. Ég veit að ég myndi fá gefins að því að þú voru kannski kærastu minn einhvern tímann. Já, hver veit. Ertu að leysa þig? Nei, ég er ekki að leysa. Í hvaða stjörnumerki er hún? Hún er í krabbanum. Í hvaða stjörnumerki ert þú? Ég er brot. Krabbi og vóg passa ekki saman. Þau eftir að hætta saman, innan við hálfs árs. En ljón og vóg eru ógeðslega góð saman. Ég er ljón. Hvað heitir kærastinn? Er hún fræg? Hæ, ég heiti Silvía Nótt og við erum komin upp í World Class, og við erum að fara að tala við framleiðandann af World Class. Hann heitir Bjössi. Ok, hvað er World Class? World Class er, hvað ég segja, versmiða fyrir fallegt fólk. Já, þeir sem eru ljótir koma bara hingað, vera fallegir. En þessar exætur, þessar eru Hann er nýkominn. Þetta er gamalt, Hvað má maður vera gamall til að vera inni? Það er engin aldur. Þetta krakkarnir hafa íþróttasal niðri, litlu börnin. En þau eru sér? Þau eru sér. Hjúk. Það er aðeins minni en við. Líka, svolítið skítug. Hvað? Kött hérna, kött. Það er þessi sem kemur í World Class. Í þetta World Class. Ok, ég hafði lítið góða mæðingagala. Þú verður ógeðslega flippaður. Er þið flippaður? Ef að gera ógeðslega flip. Já, ég veit það ekki. Á ég taka viðtal við á hestbaki? Hest? Það er minnsta málið. Í alveg? Já. Gerum það. Hversu mikilvægt er að vera í formi? Það er mjög mikilvægt. Ef þú ert ekki í formi,
þá stendur ekki til sjálfur þér og þá er ekki gaman að lifa. Þú veist, eins og ég, skilju, ef ég var feit, skilju, það var ekki gott fyrir mig að vera sjónvarpsbeitt, þú veist. Að það var allir bara, það er ógeðslega töff að vera feit, skilju. Fita er bara mengun, skilju. Þú veist, það er sjónmengun. Ef ég sé, þú veist, eitthvað feitt fólk, skilju, þá er mér ógeðslega óglatt, skilju, og þú veist, bara hausverk og svona, skilju. Ég held, skilju, ef var allir feitir, skilju, þú veist, þá myndi, þú veist, mannkynið deyja út, skilju. Þú veist, það vill enginn sofa hjá feitu fólki, þú veist, það er ekki eins og með abs, skilju, það er ekki sexy. Það var þetta eins og með ljótu hjónin sem áttu ljóta barnið, það var svo ljótt að þau þurftu að henda því. Í alvörunni? Já. Ég finnst það að henda flestum börnum, það er svo ógeðslega. Hvað er ógeðslega góð æfing, þú veist, til að vera góður í rúminu? Það eru innra og utra læra vélarnar. En hvaða æfingar, skilju, lætur konuna þín að gera? Ég læt hann að kenna bara hinum konunum. Kenna hvernig hann var góður í rúminu? Þú erum með ógeðslega stinnar rass. Ég finn það alveg. Er það speki? Ég er búinn að æfa nokkur ár. Það er geðveikslega stinnar, ég alveg. Sjeit, hvað var það? Það er ógeðslega töff. Ok, þakka þér það. En hvernig fær maður ógeðslega stór brjóst? Já, lítalækni. Er okkur ógeðslega sætir einkaþjálfari hérna? Já, stelpurnar rosa hrifnar Arnari Grant. Er hann einkaþjálfari? Já. Yes. Nefnilega vinkona mín er að leita einkaþjálfara fyrir vinkona mína. Hún fór í svona, þú veist, svona meðferð, svona skyndimeðferð, svona megrun, skilju. Hún var að æla á svona, skilju. Það er ekki gott. Nei. Og ég er að reyna að finna einhvern einkaþjálfara á hendinni sem er ógeðslega sexy, skilju, því að, þú veist, ég hann ekki vera með eitthvað svona andfúlan, þú veist, í einhverjum einkatíma með honum, skilju. Eða skilju hún, þú veist, vinkona mín. Hefur ekki að hérna bara finna Arnar og tjekka á hvað hann vil gera? Shit, ertu ekki neitt þreyttur eftir mig? Nei. Er það svo létt? Þú ert leitt. Það er yfirleitt. En hvernig, þú veist, stera sellið þér? Það er ekki svolítið styrra hér. Alveg, af hverju gera það ekki? Maður var ógeðslega maður að það. Gummi frændi minn, hann tekur stera. Hver er Gummi frændi minn? Gummi Steingríms? Nei, ég trúi því. Jú, hann gerir það, hann er alltaf að taka stera og hann selur það allt. En hann verður samt ekkert massaður, skilju, af því að hann æfir ekkert með, þú veist. Hann er bara alltaf eitthvað inni á engamál.is og þú veist, þú sefur ekki neitt. Hann er bara tjáni. Hvort er betra að pumpa eða hampa? Annað. Að pumpa? Þú voru náttúrulega að pumpa til þess að geta að humpa. En ég var eins og að deyta strák, skilju. Hann var alltaf ógeðslega lengi fór, skilju, og þá hugsaði hann bara, þú veist, einhverja strákavinni svona. Þú veist, sagði eitthvað, nonni. Var hann fljótur að fá það þá? Nei, það var hann lengur að fá það. En það var líka, skilju, ef hann ætti að ná hann upp, skilju. Og þá hugsaði hann líka, það var óslega gott, þá hugsaði hann líka einhverja vinni sinna eitthvað. Það var náttúrulega reiður og öskraði alveg bara. Þú veist, stefnið eða, þú veist. Hann hefur bara verið eitthvað hinsegin ef hann hefur verið fljótur að ná honum upp ef hann hugsaði vinni sinna. Það segir sér sjálft, ef hann nær honum upp við það hugsa stráka. Come on. Þú ert með röngum strákum. Joke. Cut. Ég var sko að djóka. Ég veit. Sé ég. Heldur hann sé á mig? Ha? Ég var að láta hann vita. Var að hringja hann. Segja hvað. Það er ógeðslega geðveikt. Oh my god. Heldur ég alveg að hann sé það? Really? Já, ég myndi halda það. Það er ógeðslega gott við það. Svolítið speysa? Já, þú varst ógeðslega flippar. Ég var alveg, Ég flippar. þú varst geðveikt upplega. Það er ekki allir sem vita það, en það er eitt í líkamannum sem heitir sál, sem við verðum að rækta. Ég fór að tala við Guðjón Bergan og eftir hlé ætlar hann að segja okkur hvernig við erum að rækta þetta sál og hvernig við erum að vera heilbrigð í sálinu. Ok, sjáumst. Love you. Hvað er að vera andlegur? Það er svo óbúslega margt. En maður getur til dæmis að segja eins og svo að þú er erfitt með að sitja kyrr. Og þú setja alltaf erðalaust, þú er alltaf að vera með tyggju og alltaf að gera eitthvað. Ég er samt rosa, andlegur jafnvægi. Já, en ég er að segja, ef þú þarft alltaf að vera að gera eitthvað, hver eru líkurnar á því að þú getur róað niður huga? Hvað myndirðu vilja segja eitthvað við fólkið sem er
þú veist, andlega óheilbrigt, þú veist, fólk sem klæði sig, þú veist, ekki droslega töffað, eða þú veist. Ertu að segja að það sé andlega óheilbrigt? Ok, aðeins. Hvernig spurningar? Hvað er það heitasta í heilbrigðismálum? Heitasta, svona inni. Ég hugsa voðalega lítið hvað er inni og hvað er úti í þessu. Og þú er samt ótrúlega mikið inni. Er ég? Okay. Það er gaman, það er tímabundið. Segjum sem svo að maður tæki upp á því að vera með sömu hárgreiðsluna alltaf. Okay. Þá koma tímabil þar sem hún er alveg í tísku og svo koma tímabil þar sem hún er ekki í tísku. En þú ert samt heitur þó og sért alltaf með sömu hárgreiðsluna? Já, ég var ekki að tala um bara það. Ég er að segja, ég kenni jóga og jóga getur verið inn í dag en það getur verið út einhvern tíma setna og það kemur bara ljós. Það er ógeðslega töff. Þetta er spurning, það er ógeðslega töff. Ok, nú kemur næsta spurning. Okay, hvað er uppáhalds planta þín? Svona andlega. Andlega planta? Eða þú veist áttu plöntur? Á ég plöntur, já. Þetta er uppáhaldsplantaðinn? Þetta annað? Ég veit ekki, ég fekk bara þessar plöntur gefins. Frændi minn, hann er ógeðslega andlegur og hann ræktar plöntur og hann selja þér. Það fer með þær í, selja þær í skóla og það er svo mikið vakning, sérstaklega hjá unga fólkinu líka. Þau eru gett mikið inn í þessu, rækta plöntur og eitthvað annað. Það er ekki frábært. Það fer alveg eftir hvernig plöntur það eru. Plöntur eru ekki bara góðar að þeir eru plöntur. Plöntur eru hluti af okkur. Eins og hvað annað? Það er komið í jörðinni og við komum líka. Við erum á jörðinni. Já. Hvað er eitthvað með þessu? Þetta er bara tala um plöntur í allan dag eða með eitthvað fleira vitulegt að spyrja? Áttu kærustu? Ég kann eina jógstellingu. Ég kann hringinn. Þetta er hérna. Það er ógeðslega töff. Þá getur maður farið undir. Skilja. Þetta er þessi brú. Það er þessi gamla daga lífsgögn. Það er ógeðslega töff. Jógakennarinn hennar mömmu. Hann er Ripjab. Hann er frá Nepal. Og hann var stundum að kenna hann svona alls konar fyrirlesslið. Og hann fekk stundum stampínu. Þú veist. Já, ég bara segi þetta fínt. Búin að spyrja alveg spurningana eða eitthvað. Hefur þú aldrei fengið stampínu? Ég veit, eins og allir kalla. En ekki hugleiðslu samt? Það er 5 mínútur í viðbót til að klára viðtal og svo eru það. Andlegir kostir eru að geta fundið til að lifa sínu lífi án þess að vera í stríði við sjálfan sig, við sjálfan sig. Ok, takk ógeðslega mikið fyrir þetta viðtal og gangið ógeðslega vel. Takk svo mikið. Sjáumst. Og svo vinkar hana. Sjáumst. Við sjáumst. Þetta var ógeðslega töff. Jú, ég fekk alveg, þú veist, ef ég var strákur að fengi stampinnu. Hvernig getur maður fengið stóra rass? Ég skal sýna æfingu sem að þið takk flokka rass. Hún er hérna inni, smeður löppinu fyrir. Svona. Er þetta hættulegt? Já, svolítið. Þetta getur orðið hættulegt. Alla. Næst þegar ég er ógeðslega góð í Rúmeníu. Já. Þetta nefnilega,
lagar svona ýmsar hreyfingar sem hún getur gert. Ég get kannski bara látið þér fara síman hjá mér. Þegar þú hættir með henni, þá getur ég fara að síma. Já, hvernig verður það? Alveg? Já. Það er... Viltu enn að fara síman hjá mér? Já, ég skal taka síman hér. Af því ég verð sko miklu frægari heldur en ég er núna. Já, ok. Þannig ég var ógeðslega góð kjörstað og ég er líka ógeðslega góð í rúminu líka. Það skemmir ekki fyrir, sko. Ég er líka ógeðslega góð að kissa sneikþinn. Í alveg. Já. Ég var sko hægt að byggja maus, skilurðu. Þannig ég er akkurat sko svolítið með, þannig að þú veist það er alveg pláss. Arnar, mér finnst það ógeðslega sætur. Oh my god, þú maður svo duglega að æfa, ég er bara hérna skilurðu. Og ég er bara vel hana með skilurðu að því ég er bara svo dugleg. Og einmitt að fara að tala við fólk mataræði. Þú veist, sigur sólargræn kosti. Jófell, það var svo mikið kjúti. Oh my god, það var svo mikið kjúti, ég var alveg oh my god, tala við hann. Og hann að segja hvað er ógeðslega gott. Fyrir líkamann að borða. Fyrir líkamann að borða. Check it. Ok. Shit. Það er þína spurningin. Þú vilt spók. Oh my god. En manstu ekki alveg hvað að skrifa? Gleymdirðu spurningum? Já. Shit. Manstu ekki hvað að skrifa þér? Nei. Ég get bara kannski tekið bara svona afgangsspurningar frá hinum sem ég spurði ekki hina. Hæ, það er ein hérna frá Dan Henson. How do you like Iceland? Hæ, en cut. Aftur skilur. Sitt, þessu stressi. Ok. Hæ, við erum komin í stúdíóið hjá Jófell þar sem hann eldar allan matinn sinn, skilur. Og við ætlum að tala við hann. Ok, hæ. Hæ. Manstu ekki hvað ætla að spyrja? Hvað er áttu kærasta? Já, mann, já. Alveg. Hver er besti kærasti sem þú hefur átt? Besti kærastinn sem ég hef átt? Það er ekki gott að segja. Var ég að segja eitthvað? Nei, ég sagði nefnilega ekki neitt. Alveg? Shit. Mynd af þér. Þannig að gera með eigin handritin. Hvernig bíl áttu? Þannig að gera með eigin handritin. Jófell. Má ég með síman hjá þér? Nei. Ekkert svoleiðis. Það er gott að þetta út þannig. Hefurðu drepið eitthvað? Flugur, nokkrar. Töff. Hefurðu farið að djamma með Davíð Oddssyni? Með Davíð Oddssyni? Nei, ég fer aldrei að djamma. Myndirðu vilja fara að djamma með hann? Með Davíð Oddssyni? Veit það ekki. Mér er sagt að hann sé mjög skemmtilegur, þannig að því ekki. Ok, Davíð Oddsson, þú mátt hringja í hana. Og kannski fara að djamma saman. Sjáumst. Köttum þetta út, þetta. Er konan einu svona ógeðslega feit? Nei, er konan einu ógeðslega feit? Að því hún bara er svo ógeðslega gaman. Að því að hún er að gera þetta aftur, kött. Ég held að sé alveg komið nóg.
Er konan ógeðslega feit? Jú, svolítið sko. Að því vildi segja mat. Já. Er gott fyrir þá sem er með þurra húð, skilurðu? Er gott fyrir þá að sofa með bacon á andlitinu? Veistu, ég held að ég myndi kjósa avokado. Herri, Jói. Þú veist, Gummi frændi minn, hann sagði mér, þú veist, að það var ógeðslega gott að hreinsa húð, ef maður er með þurra húð, þú veist, þá var það gott að sofa, þú veist, með bacon á andlitinu og þú veist, og ég gerði það, skilurðu, og ég er öll út bólum, þú veist. Segðu Gumma frænda að nota frekar avokadotrykkið. En trúið þú á, þú veist, svona matarást? Já. Alveg? Já. Sjálfsögðu. Ég man að þú veist, þegar ég smakkaði fyrst mat frá þér, skilju, Já. það var eiginlega bara shit, þú veist, like a virgin, skilju, touched for the very first time. Ég var, oh my god. Matarástin er bara fyrir mig og konuna, skilju, og nánustu, sko. Þannig virkar matarástin, sko. Alveg? Já. En þú eldaði hann samt handa mér. Nú, En hvað finnst þér vera, þú veist, mikilvægast í lífinu, skilju, þú veist, fyrir utan að vera frægur? Mikilvægast í lífinu? Það er bara að vera happy. En það er samt, já, það er ótrúlega töff. Það er hamingjusamur. Með hverju myndir að mæla með fyrir fólk sem er að, þú veist, nota mat, skilju, í kynlífinu? já. Ég myndi segja að það væri hérna súkkulaðikaka og jarðarber. Í alvöru? Það er flottast. Það er ógeðslega töff. Já. Þetta snýst miklu meira en sko hitt kyni, sko, ekki stelpuna, sko. Eða ekki nema maður sé samkynhneigður sem er náttúrulega allt í lagi líka, en málið er að þeir Erst þú samkynhneigður? Nei. Erstu tvíkynhneigður? Bara einna konu maður, sem maður segir. Yes. Real man. Já. Joe Phelps a real man. Rétt. En fyrir fólk sem vil, þú veist, prófa sig áfram, skilju, þú veist, er eitthvað sem er hættilegt að nota? Bara á feitan mat. Það er maður, hann er að kvarta aðeins þannig. Hann er að kvarta aðeins. Þú vil spyrja einu spurningu, eða þú veist, sem er ekki á kamerunni og þú myndi ekki segja, þú veist, neinum þetta. Þegar ég var einu svona jólabæði, þú veist, senast var ég jólabæði og þá var ég að tala í símann, skilju, og það var svo mikil hávaði, þannig ég þurfti að fara inn í herbyggi. Og þá var, þú veist, Gummi frændi þar, þú veist, með einhverja gælu, skilju. Og þú veist, þá var hann búinn að hella, þú veist, rækjusaldi yfir allt baki á henni, skilju. Og var það ekki neitt hættulegt? Og þú notaði rækjusalat. Hæ? Og þú notaði rækjusalat. Og kona þá eða? Nei. Alveg. Ok, cut aftur, þú mátt byrja aftur. Hæ, ég heiti Sola og ég er að tala við Silvíu í nótt. Og hann er að segja þetta sé uppáhaldsþátturinn. Og ég segi það. Já. Og þetta er uppáhaldsþátturinn minn. Við erum rosalega góða vinkonur. Takk ógeðslega mikið fyrir þetta viðtali og fel og sjáumst. Gerum það. Og svo vinka. Þetta er ekkert mál. Nei. Það er líka bara uppbytun. Ég er Silvíu Nótt og ég er alltaf góð fyrir þessi tæki. Það þarf að breyta tækjunum fyrir mig. Af því að þau eru ekki nóg erfið. Já. Eitt sér. Þetta er ekkert mál. Það er aftur að þú öskrir á það, sko. Nei. Ég get það. Svo er ég komin í ósvipað form. Ég og Arna Grant erum ógeðslega góð formi saman. Og maður kýrst með kynina. Ok, takk ógeðslega fyrir að sýna okkur tækin, Arna Grant. Og... Þetta er símanum núna aftur. Já, glæsilegt. Og svo sjáumst við í líkamsræktinni í allt sumar. Já, ok. Erum ógeðslega fritt. Já, þú manst það ekki? Jú. Já, flott. Og vertu dugleg að taka þess að hana inni. Maður eftir öllu sem þú gerðir. Já. I love you. Ok, bye bye. Sjáumst.